sem 5. dagskrárliður, ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2016, fyrri umræða. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við tökum hér ársreikning Akureyrarbæjar fyrir árið 2016 til fyrri umræðu, en ársreikningur var tekinn fyrir í bæjarráði, kynntur fyrir bæjarráðsmönnum og þeim bæjarfulltrúum sem höfðu tök á að sitja þann fund, fimmtudaginn 16. mars. Okkur ber skylda til að fjalla hann á tveimur bæjarstjórnarfundum og við tökum hann hér fyrir í fyrri umræðu og vísum honum svo aftur til vinnslu vegna þess að við eftir að fá loka endurskoðun ársreikninginn og bæjarráð mun líka fjalla ársreikninginn á milli umræðina. En ef við aðeins skoðum ársreikninginn og helstu tölur í ársreikningnum, þá ætla ég aðeins að fara yfir þetta með bæjarfulltrúum og væntanlegum áhorfendum. Við sjáum að skatttekjur A-hlutans á árinu 2016 voru 10,1 milljarður rúmir, framlag frá jöfnunarsjóði voru 2,8 milljarðar og aðra tekjur 3,9 milljarðar. Tekjurnar voru samtals 16,8 milljarðar rúmir, samanborið við 15,3 milljarðar tæpa árinu 2015. Skatttekjur jukust 10% milli ára, framlag frá jöfnunarsjóði 9% og aðra tekjur 11%. Rekstrargjöld, þar verið laun og launadönd gjöld, þau voru 9,6 milljarðir tæpir. Hækkun lífeyrisskuldbindinga var 1139 milljónir og veruleg hækkun frá fyrra ári, en á fyrra ári var lífeyrisskuldbindingin eða breyting á lífeyrisskuldbindingin 476 milljónir. Þannig hér mikla hækkun frá fyrra ári. Annað rekstrarkostnaður var 5.456 milljónir og afskriftir 803 milljónir króna. Gjöldin samtals voru tæplega 17 milljarðar króna. Milljarðar króna. Rekstrarniðurstaða án fjármagnstekna og gjalda var 148 milljónir. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld voru tæpir 192 milljónir og rekstrarniðurstaða ársins 340 milljónir tæpar. Samanborið við 542 milljónir króna tap á síðasta ári og samanborið við 629 milljónir króna áætlun fyrir árið 2016. Rekstrarafkoma var þar leiðandi 300 milljónir krónur betri heldur en áætlun gerði ráð fyrir hjá A-hluta. Ef við kíkjum aðeins á samstæðuna að samantekin A- og B-hluta, þá sjáum við að skatttekjur þarna rúmlega 10 milljarðar, framlag jöfnunarsjóðs sama tala og hjá A-hlutanum 2,8 milljarðar, en svo sjáum við að þjónustutekjur eru komnar upp í tæpa 9,7 milljarða, en þarna koma náttúrulega inn í tekjur Norðurorku sem stærsta hlutanum og svo hafnarsamlagsins og annarra B-hluta fyrirtækja. Samtals eru tekjurnar því 22,5 milljarðar króna. Laun og launatönd gjöld eru 12,4 milljarðar tæpir og svo hækkun lífeyrisskuldbindingar hjá samstæðunni 1242 milljónir króna, samanborið 575 milljónir króna á liðna ári. Annar rekstrarkostnaður 6,6 milljarðar og afskriftir 530 milljónir króna. Afskriftir eru 530 milljónir króna á árinu 2016 samanborið 1354 milljónir króna á árinu 2015 og munar þar mest að í Norðurorku afskrifuð hóla, hitaveituhola sem ekki nýttist 150 milljónir króna. Gjöld samtals hjá okkur í samstæðu 21,8 milljarður tæpir. Fjármagnsliðið hjá A- og B-hluta og það inn í áhrif hlutdeildarfélaga á 14,8 milljónir eru samtals 795 milljónir króna. Tekjuskattur hjá Norðurorku 39 milljónir króna og rekstrarniðurstaða ársins 80 milljónir króna, sem nokkuð og mun betur heldur en áætlun gerði ráð fyrir, en áætlun gerði ráð fyrir 687 milljónir króna tapi, þannig að afkoman var 600 milljónir krónur betri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Ef við kíkjum aðeins á efnahagsreikninginn, við ætlum ekki að eyða löngu tíma í hann, þá sjáum við varanlegir rekstrarfjármunir 23,7 milljarðar,
Áhættufjármunir og langtímakröfur rúma 500 milljónir. Veltufjármunir eru 3,4 milljarðar tæpir og samtals eru eignir 27,6 milljarðar króna samanborið 27,2 milljarðar tæpa á síðasta ári. Þannig að það er ekki mikla breytingar á eignum A-hlutans. Ef við tökum eigið fé og skuldir þá sjáum við eiginfjárreikningurinn er 11,6 milljarðar rúmir. Lífeyrisskuldbinding er 2,5 milljarðar rúmar og hafa hækkað 950 milljónir á milli árana 2015 og 2016. Langtímaskuldir eru 10,4 milljarðar, skammtímaskuldir eru 3 milljarðar rúmir og eigið fé og skuldir eru samtals 27,6 milljarðar króna. Ef við tökum aðeins á B-hlutann þá sjáum við, ég fer hratt yfir sögu það líka, að varanlegir rekstrarfjármunir er ríflega 36 milljarðar, áhættufjármunir og langtímakröfur þar tæpur milljarður og við sjáum að veltufjármunir eru 5,4 milljarðar tæpir og eignir samtals 42,5 milljarðar tæpir samanborið við 41,7 milljarð árinu 2015. Og eigið fé er 18,6 milljarðar tæpir, lífeyrisskuldbinding er 3,4 milljarðar rúmir og hefur vaxið þarna eins og ég sagði, ríflega milljarð. Langtímaskuldir eru 16,9 milljarðar rúmir og langtímaskuldir á eigin fyrirtæki eru 136 milljónir. Fyrirgefið, þetta er orðið þarna smá mistök í Excel-skjalinu. Þetta er tekjuskattsskuldbinding sem er 136 milljónir króna. Við getum ekki athygli á því. Þannig að langtímaskuldir samtals eru 17 milljarðar. Skammtímaskuldir eru 3,4 milljarðar tæpir og eigið fé og skuldir samtals 42,5 milljarðar samanborið 41,8 milljarðar, 7 milljarðar á síðasta ári. Ef við höldum áfram, skoðum hérna sjóðstreymið og þá fara nú kannski svona menn átt að sjá því að hvernig rekstrarafkoman er raunverulega, við höfum alltaf talað mikið veltufé frá rekstri sem er í rauninni aðaltalan í rekstri sveitarfélaga og ég hef margoft talað að við sjáum þarna að rekstrarniðurstaðan er 340 milljónir tæpar, reiknaðar afskriftir eru 803 milljónir, verðbætur og gengismunur 35 milljónir, breyting á lífeyrisskuldbindingum er 950 milljónir og aðrar rekstrarhreyfingar 10 milljónir í mínus, þannig að veltufé frá rekstri er 1438 milljónir samanborið 690 milljónir á síðasta ári. Þannig erum við að tala ríflega 800 milljón króna hækkun milli ára. Handbært fé frá rekstri er 968,2 milljónir króna. Það er svo mikið á milljörðum og milljónum að ég ætla að vona þessi ekki alltaf að ruglast á þessu. Ef við horfum aðeins hérna hvað varðum þetta sjóðstreymi okkar, fjárfesting í varanlegum fjármunum, rekstrarfjármunum var 936 milljónir króna en áætlunin gerði ráð fyrir 1300 milljónir rúmlega í fjárfestingar á árinu. Söluverð seldra rekstrarfjármunum í A-hlutanum var 173 milljónir. Þarna var verið að selja yfir til félagsíbúða hjá okkur. Þetta var bara milli A og B-hluta og aðra fjárfestingarhreyfingar eru þarna 35 milljónir tæpar. Tekin í langtímalán voru engin og það er svona dálítið úr takt við þá áætlun sem við gerðum í upphafi árs en við gerðum ráð fyrir að taka 970 milljón króna láni og ástæða fyrir því að við erum ekki að taka ný langtímalán er góð afkoma á árinu 2016. Afborganir langtímalána voru 573 milljónir og aðra fjármögnunarhreyfingar 455 milljónir. Breyting á handbæru fé varð nettó 52 milljónir króna. Í A og B-hluta sjáum við að rekstrarniðurstaðan var 80 milljónir í mínus, reiknaðar afskriftir voru 530 milljónir króna, verðbætur og gengismunur 165 milljónir króna, breyting á lífeyrisskuldbindingu var rúmur milljarður og aðrar rekstrarhreyfingar voru 5 milljónir tæpar. Og veltufé frá rekstri var á árinu 2016 2.639 milljónir tæpar samanborið 2.196 milljónir á árinu 2015. Handbært fé frá rekstri var samtals 2,2 milljarðar á samstæðunni. Við sjáum þá hvernig við ráðstöfum þessum veltufjármunum okkar eða handbæru fé frá rekstri.
að við fjárfestum í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir 2,4 milljarða tæpa. Söluverð seldra rekstrarfjármunum var 20 milljónir, á aðra rekstrarhreyfingar 21 milljón króna. Fjárfestingarhreyfingar samtals voru því 2.340 milljónir króna. Tekin í langtímalán voru 244 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir 1950 milljónir króna lántöku. Það skiptir bæði vegna þess að við vorum með betri afkomu auk þess sem að framkvæmdir voru minni heldur en gert var ráð fyrir, en í heildinni var gert ráð fyrir að við ætlum að fjárfesta í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir tæpa 3,2 milljarða en við fjárfestum fyrir tæpa 2,4 milljarða. Afborgun langtímalána voru tæpa 960 milljónir króna og aðra fjármunarhreyfingar 10 milljónir króna. Þannig að breyting á handbæru fé var 832 milljónir í mínus árinu 2016. Helstu fjárfestingar ef við horfum á það í A-hlutanum voru til íþróttamála, þar vorum við að taka 470 milljónir króna, en þar vorum við að taka bæði eins og menn muna gólfið í Boganum, nýtt skautasvell og svo voru framkvæmdir við sundlaugina. Í B-hlutanum voru stærstu framkvæmdirnar á vegum Norðurorku, en þar voru menn að framkvæma fyrir 1234 milljónir króna. Þar voru stórar framkvæmdir bæði í hitaveitu og virkjunarframkvæmdum dótturfyrirtækisins Fallorku sem og í fráveituframkvæmdum. En ef við skoðum þetta aðeins svolítið myndrænt og áttum okkur hvernig staðan er hjá okkur, þá sjáum við þarna á þessari ágætu mynd okkar, og ef hún sést ágætlega í sjónvarpinu, við tökum bara sénsinn á því, að þá árinu 2016 þá tapið okkar 340 milljónir króna tæpar, og þannig erum við að bera rekstrarniðurstöðuna saman án óreglulega liða á föstu verðlagi ársins í árslok 2016. Þannig að við sjáum það að það hafa skipst á skynir og skúrir í rekstri sveitarfélagsins, og það er ekki síst því að það sem gerist líka í þessu er það áhrif lífeyrisskuldbindinganna. Og hérna sjáum við í rauninni hvernig rekstrarafkoman er þegar við erum búin að taka út reiknaða lífeyrisskuldbindingar, ekki greiddar heldur reiknaða lífeyrisskuldbindingar, þá sjáum við hvernig staðan breytist. Og þá sjáum við að árið 2016 kemur best út af þessum árum sem frá því 2010 eða síðustu 2 kjörtímabilum. Þannig að þetta eru sambærilegar tölur, þannig erum við að bera þetta allt saman á lokaverðlagi ársins 2016 og við erum að taka út reiknaða lífeyrisskuldbindingar á öllum árum. Þannig að við sjáum það, þegar við horfum á töluna með þessum hætti, að reksturinn gekk vel. Önnur tala sem og stærsta tala sem ég hef talað í sambandi við rekstur sveitarfélaga er veltufé fyrir rekstri. Við höfum lagt mikla áherslu á þessi tala megi ekki vera lægri en 7,5% og hún hefur verið lág á síðustu árum, þar að segja árinu 2015 og 2016 fyrir neðan þetta, og hefur líka slegið í lægri tölur eins og 5,5% árinu 2011. En við erum með veltufé og rekstri sem hlutfall af tekjum 8,5% og hlýtur að teljast og er ásættanlegt, og við getum bara verið ánægð með þá niðurstöðu. Ef við horfum bara á hvaða tölur við erum að tala um í þessu sambandi, þá sjáum við að, og þetta er aftur allt saman reiknað til verðlags ársins 2016, að þá sjáum við að við erum í rauninni að hafa krónutölum meira úr veltufé og rekstri heldur við haft frá árinu 2010. Og það þarf að, ég sé ekki að ljúga með það þegar við reiknum þetta, að það sé eiginlega bara ansi langt aftur sem við þurfum að fara til þess að finna sambærilega tölu úr rekstrinum. Þannig að ég held að við getum enn og aftur, segi ég, við getum verið nokkuð ánægð með afkomuna 2016 þó að rekstrarreikningurinn sýni tap upp á 340 milljónir tæpar hjá A-hlutanum. Og við erum oft, þegar við erum að tala hérna í þessum ræðustólum, þá tölum við oft A-hlutan vegna þess að ég finnst það að vera mikilvægt, það er okkar verkefni, auðvitað eru Norðurorka og Hafnarsamlagið náttúrulega undir okkar forsjá, en það er einhvers veginn þannig að við þetta eru tölur sem við höfum haft og getum haft áhrif á með okkar störfum og beinum ákvörðunum. Ef við horfum hérna á fjárfestingar á föstu verðlagi, þá sjáum við að við vorum að fjárfesta fyrir 936 milljónir króna á árinu 2016, og við sjáum hvernig þessi þróun hefur verið. Ef við tökum síðustu 3 ár, það er að segja þetta kjörtímabil, þá er þetta einhvers staðar milli 750 og 800 milljónir sem við erum að
að fjárfesta fyrir meðaltali ári. Við sjáum þetta fer niður í 455 milljónir árið 2015. Þannig að við höfum ekki verið að fjárfesta mikið og það oft talað það að sveitarfélög eigi að vera svona sveiflujafnandi og eigi að taka fara varlega í fjárfestingar í uppsveiflu og það erum við kannski beint að gera með þessu og við erum ekki í áætlun fyrir árið 2016-17, jafnvel þó við séum að bæta í, þá erum við langt frá því sem við höfum séð áður í rekstri sveitarfélagsins. Og ég sýni ykkur hérna bara til samanburðar hvernig þetta var á árinu 2002 til 2009 og þetta allt saman reiknað til verðlags ársins 2016. Þá sjáum við hérna, þetta kannski óskýrt þetta, en 2002 fyrsta árið hérna til vinstri, þá erum við að framkvæma verðlag ársins 2016 eða fjárfesta fyrir 2,3 milljarða tæpa og þetta fer alveg upp í tæpa 2,7 milljarða árinu 2008. Og þið sjáum við litlu rauðu súluna okkar 936 milljónir króna, þannig að þetta ekki, við erum í rauninni sjálfu sér í dag ekki í stóru fjárfestingum þegar við erum að skoða þetta til lengri tíma litið. Og það voru mikil uppbygging á þessum árum og það kostaði sitt og það það sem við höfum kannski verið að vinna á. Skuldahlutfallið var hátt, það fór mjög hátt, dettur mjög niður svo árinu 2007 þegar við seljum Landsvirkjun en síðan sóttist fljótt í sama farið. Þannig að ég ætla aðeins kannski fyrst að tala þessa glæru að það kannski af því við erum að tala þegar við erum að fjárfesta og við fjárfestum mikið hérna á þessum árum og hérna sjáum við bara hvað við vorum að fjárfesta veltufénu mörgu sinnum á ári. Þannig erum við á árinu 2008 þá erum við í rauninni fjárfesta veltufénu okkur rúmlega þrisvarsinnum. Það sjá allir það að það gengur ekki til lengdar, það þýðir einhverju skuldasöfnun. En við mögum ekki gleyma því að við erum samfélag og þurfum að byggja upp og auðvitað þurfum við stundum að taka lán og stundum þurfum við að framkvæma meira en bara að reksturinn beint gefur okkur. En þetta er náttúrulega langt tímabil þar sem að var mikil uppbygging þarna og hún í rauninni kristallast náttúrulega pínlítið í þeirri skuldastöðu sem að við erum að sjá hérna í upphafi árs 2010. Að þetta er svona á þessu tíma, þetta komið hátt upp undir 145-50 alveg við mörkin, þannig að við vorum hérna á þessu bíli sem að enginn vill vera á. Og við sjáum líka, núna erum við að tala þarna að við erum að fjárfesta fyrir 0,65% af veltufé ársins 2016. Þannig að ég held að það sé líka og sýni bara pínlítið að við erum þrátt fyrir alltaf að sýna skynsemi í öllum okkar fjárfestingu þó við tökum stundum á það hvað við séum að fjárfesta og hvað við ætlum að gera. Og þarna sjáum við þetta í rauninni, hvernig þetta hefur breyst skuldahlutfallið. Þetta er skuldahlutfall A-hluta, að þetta fer úr frá árinu 2010, þetta er 135%, fer þarna upp í 142% á 2012. Árinu 2013 seljum við fráveituna yfir til Norðurorku og þar leiðandi batnar hlutfall A-hlutans verulega og en hefur sér haldið áfram að lækka jafnt og þétt og núna 95% þarna, en það er sem sagt hlutfallið sem við reiknum, það er ekki það sem eftirlitsnefndin reiknar og ég kem að því aðeins á eftir. Og við sjáum þetta að þessi sama þróun hefur verið hjá A- og B-hluta, að þrátt fyrir allt þá hefur þó að við hefum flutt fráveituna yfir til Norðurorku. Norðurorka kemur alltaf á móti með góða afkomu og lækka skuldir hefur við lækka skuldir bara á síðustu árum. Þannig að við höfum verið að sjá þetta smátt og hægt og bítandi minnka og þetta er orðið 106% bara skuldahlutfallið þegar við tökum þetta svona beint skuldir deilt með tekjum. Þannig að enn og aftur segi ég, við erum bara megum vera ansi drjúg með okkur. Og ég kasta svona bara aðeins upp í lokin í glæru sem að vegna þess að við létum þessa fyrirsögn fara með, þessi fyrirsögn var sett á viðtal við mig varðandi afkomuna, batamerki á rekstri. Mér finnst kannski ágætt að nota tækifæri hér og skýra hvað það sem veldur. Skatttekjurnar voru aukast eins og við sagðum rúmlega 10%. Það hefur mikil áhrif. Það er bæði það að það er hagvöxtur í samfélaginu. Okkur fjölgaði líka árinu síðast ári. Umfram það sem kannski mér minna við umfram það sem við reiknum með, en okkur ennþá að fjölga þannig að það er jákvætt. Þannig að við sjáum svona fram á að skatttekjurnar aukast. Ég vil líka meina með þeirri ákvörðun sem við tókum á síðust ári að stofna aðgerðahópum framtíðarrekstur Akureyrarbæjar hafi veitt okkur betri yfirsýn á því sem við erum að gera. Ég held að bæjarfulltrúar séu allir betur meðvitaðir hvernig svona reksturinn gengur fyrir sig. Það eru flestir hérna inni, allir nema ég þá nýliðir á þessu kjörtímabili í
rekstri og inn í sveitarfélagarekstri og þetta, ég held að þessi aðgerð okkar að fara í þennan aðgerðahóp hafi í rauninni bætt sýn okkar á reksturinn og betri yfirsýn sem við höfum. Við höfum líka tekið upp ýmislegt sem við erum að skoða mánaðarlega og ég bendi bara og vil bara nota tækifærið að benda á hér meðal annars að bæjarfulltrúi Gunnar hefur talað mikið fyrir stöðugildum hér í ræðupúlti og við höfum í rauninni í framhaldinu af því farið og unnið er nú að vinna mánaðarlega úttekt á því hvernig þróun stöðugildi sem mjög jákvætt fyrir okkur til þess að geta fylgst með hvert við erum að stefna. Þannig að þetta þó svo að ég standi hér í pontu og sé ánægður með árið 2016 þá það ekkert meiri eða minni hluti. Þetta samfélagið úti, það gekk vel í mörgu en líka gerðum við líka ýmislegt hér í bæjarstjórn sem hefur valdið því að við erum að sjá betri afkomu heldur en áður við séð hérna á þessu kjörtímabili og jafnvel lengra aftur. Og beinar aðgerðir vegna aðgerðahópsins skiluðu sér og óbeinar líka. Þannig ég held að við þurfum aðeins að ég myndi bara segja að við höfum bara, séum bara nokkuð ánægð með okkur. Ég ætla bara að leyfa mér að vera það á þessum degi. Veltufjárn frá rekstri að aukast, við erum með 8,5% sem mjög gott og skuldahlutfall að lækka hratt og 82% viðmiðið sem kannski reglum fjárhagsleg viðmið, þá þetta komið í 82% hjá A-hluta og 87% hjá A- og B-hluta sem að ég bara segi að sé harla gott. Og við höfum svona kannski hort á þetta, við höfum oft talað hér hvort við séum eyða of miklu í steypu og hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur. Það sem betur fer þannig að þó ég hafi sýnt hér fram á áðan að það hefur mikið verið fjárfest árið 2002 til 2009, þá var það líka framsýn í þeim fjárfestingum. Ég ekki að gagnrýna þá sem sátt í bæjarstjórn á þeim tíma, alls ekki. Heldur var þetta bara, það búið að vera fjárfesta mikið. Núna búum við svo vel að við erum bara með dálítið mikið af fasteignum þannig að við þurfum kannski ekki að fjárfesta mikið á næstu árum. Þannig að við búum vel, við þurfum hins vegar að viðhalda þessum fasteignum og við þurfum að vera á verði fyrir því að beita skynsemi í fjárfestingum. Og það ætlum við að gera. Ég er alveg samfærður það að við komum til að sjá á næstu árum þetta skuldahlutfall og ég vona það ef okkur tekst að halda vel á spöðunum að við sjáum bara þetta skuldahlutfall halda áfram að lækka vegna þess að það í rauninni þegar til lengri tíma litið það sem skiptir okkur máli í samfélaginu, það það að við borgum ekki á mikið af peningum í vexti þannig að við erum svona kannski bara að komast á þann stig í rekstri Akureyrarbæjar að við séum að ná því jafnvægi í rekstri sem við ætluðum okkur í upphafi kjörtímabils. En þetta ársreikningur 2016 sem lagður hérna fram til fyrri umræðu og verður tekinn hér aftur til seinni umræðu í bæjarstjórn 4. apríl næstkomandi. Takk fyrir. Til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin fyrir þessa yfirferð yfir ársreikninginn. Það alveg rétt sem að kemur fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins að það ýmis batamerki í rekstri Akureyrarbæjar, Akureyrarkaupstaðar og það á sér náttúrulega sína skýringar. Eins og framkom í máli bæjarfulltrúa Guðmundar að þá erum við að horfa á verulega mikið hærri tekjur eða eins og koma fram 10% í heildina á samstæðinu en við erum líka að horfa á það til dæmis að útsvarstekjur bæjarins að hækka milli ára 10,2% sem bara töluvert mikið og það kannski ásamt því að gengismunur hefur verið okkur hagstæður og lítil verðbólga miðað við þá áætlun sem gerð var að sjálfsögðu hjálpa okkur gríðarlega mikið. Og það eru kannski stóru skýringarnar á þessu til viðbótar því eins og framkoma hér áðan að það hefur tekist að við skulum segja að komi vekk fyrir svona þessa sjálfvirku fjölgun stöðugilda sem hefur einkennt reksturinn dálítið undanfarin 2-3 ár. Og það kannski kemur bara til að því að það farið að skoða þau mál miklu betur. En það sem skekkir svo myndina, og skekkir ekki, við erum náttúrulega að horfa til
Það hafa verið miklar launahækkanir á undanförnum 2 árum, alveg gríðarlega launahækkanir sem sjást í rekstrinum, og þær hafa náttúrulega leitt til mikillar aukningar eða hækkunar á lífeyrisskuldbindingum bæjarins. Og lífeyrisskuldbindingarnar eru á þessu ári rúmlega 1100 milljónir. Það var gert ráð fyrir einhverju 300 í áætlun ef ég man rétt, og það er þá hækkun upp á 840 milljónir tæpar sem við erum að horfast í augu við, og stærstu hlutin af því er vegna hækkunar launa sem eðlilegt er. Þarna eru þó ekki nema lítið hluti tilkomin vegna þess að það er komið nýtt tryggingafræðilegt mat á lífslíkum í Lífeyrissjóð starfsmanna Akureyrarbæjar, og var hækkunin á lífeyrisskuldbindingu þar ekki nema 200 milljónir út frá þeim viðmiðunum sem er nú tiltölulega lítið miðað við það sem gengur og gerist. En þetta er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við. En svona bara rétt til þess að bæjarfulltrúar átti sig á tölunum í þessu, þá erum við að horfa til þess að tekjuaukningin bara í frávikið frá áætlun með öllum þeim viðaukum sem við samþykktum. Eru að tekjurnar hækka 715 milljónir og fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru 503 milljónum tæpum lægri heldur en gert var ráð fyrir, sem gerir ekstra bata upp á einhverjar 1200 milljónir. Auk þess að launakostnaður undir áætlun, afskriftir voru undir áætlun, en annar rekstrakostnaður eilítið yfir áætlun sem nam einhverjum 150 milljónum. Þannig að í staðinn fyrir að vera með 630 milljóna halla á allhlutanum er hallin 340 milljónir. En það var kannski líka rétt að minnast þess sem ekki kom hérna fram áðan, að meðgreiðslan með öldrunarheimilunum eru 443 milljónir tæpar, sem að náttúrulega hefur verulega áhrif á niðurstöðu A-hlutans einnig. Og það er verkefni sem menn hafa verið að takast á við undanfarin ár, og þrátt fyrir það samning sem gerður var hækkun á daggjöldum á síðasta ári, þá erum við að sjá þessa tölu enn í þessum hæðum sem hér er. Það sem er einkennandi líka er að íbúum fjölgar nú lítillega 1,1%, 196 íbúa, stöðugildum fækkar lítillega í A-hlutanum á milli ára eða 4 og í samstæðinu 3, sem þýðir það að við erum að horfa hérna á kannski minni hækkun launakostnaðar heldur en oft undanfarin ár. En það er rétt hjá bæjarfulltrúa Guðmundi að veltu fyrir rekstri að það hlutfallir orðið 8,5%, og það er á að vera markmið að halda því 7,5% lægst. Og þetta er mikið batamerki, og veltufé hefur vaxið mikið miðað við undanfarin ár sem veltufé rekstri, og þannig að við erum að sjá hérna ákveðin batamerki. En það eru líka ákveðin veikleikamerki sem við þurfum aðeins að hafa í huga. Ef við skoðum EBITDA í samstæðunni, þá er hún kringum 10% á síðasta ári, en var í fyrra 11,2, 2014 var hún 12,5 og 2013 17,5%. Og EBITDA er semst afkoman áður en tekið tillit til vaxtagreiðslna, vaxtatekna, skatta og afskrifta. Og ég er oft talað að sé svona hraustleikamerki líka á rekstrinum, og endurskoðendur hafa sagt okkur það hér á námskeiði sem við sátum hér fyrir 1,5 ári síðan eða svo, að þessi tala þyrfti að vera einhvers kringum 15%. Þannig að við þurfum bara að gæta þess að fara rólega, og ég minnist þess þegar árið 2007 þá var það afgangur rekstri allra sveitarfélaga í landinu gríðarlegur. Það hefur aldrei sést annað eins. Það fóru líka öll sveitarfélög í gríðarlega útgjaldaaukningu strax á árinu 2008, sem að endaði svo í október það ár með endurskoðun á öllu heila klabbinu.
Og það nú kannski það sem við þurfum bara aðeins að gæta okkur á að þrátt fyrir það að við séum að sjá þessi batamerki, þá þurfum við að halda áfram að skoða vel og fylgjast vel með því hvað við erum að gera. Og það alveg rétt sem kom hérna fram hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin að það voru gríðarlega fjárfestingar á árunum 2000 til 2008-2009. En þær fjárfestingar eru líka þess eðlis að við erum ekki í sömu þörf til að fjárfesta í dag. Við kannski fjárfestum heldur mikið í skólabyggingum miðað við þá raun sem varð á nemendafjölda í bænum. Og það kannski eitthvað sem við sáum nú ekki fyrir á þeim árum því að allar líkur bentu nú til þess að samkvæmt svona íbúaspám að börnum myndi fjölga. En það sem hefur bara gerst að fæðingum fækkar. Og það líka íhugunarefni. Og það kom fram á bæjarmálafundi hjá okkur í gær. Ég bara ekki með þær tölur alveg við hendina. Þegar við erum að horfa á breytingar og samsetningu íbúa á Akureyri, þá erum við að sjá sáralitla sem enga fjölgun og frekar fækkun á aldrinum 30 til 50 ára. Hins vegar að sjá fjölgun á aldrinu 50 til 60 og þar yfir. Það þýðir það að meðalaldur íbúanna að hækka sem hefur náttúrulega áhrif á það hvernig samsetningin verður og hver þjónustu þörfin verður í framtíðinni. Og þetta eitthvað sem við þurfum bara að hafa í huga. Svo að því að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á það hérna áðan að við erum farin að fylgjast betur með stöðugildafjöldanum, að þá rétt að benda á það að við hefum verið að skoða til dæmis breytingu stöðugildafjölda núna milli árana 2016 og 2017 og núna í febrúar þá hefur stöðugildi fækkað í heildina 25 í febrúar og 29 í mars talan sem segir það að það ákveðið aðhald í gangi og það megin ástæðan fyrir þessu náttúrulega svo að það verið að fækka og hefur fækkað leikskólabörnum og þar af leiðandi leikskólarýmum og þar af leiðandi leikskólastarfsmönnum. Gefur auga leið. Hins vegar held ég að þetta sýni þá bara sveigjanleika kerfisins vegna þess að við eigum að veita þjónustu en við þurfum að vera gríðarlega vel meðvituð það hvers konar þjónustu, hvernig þjónustu, hvar hún á að vera og þar fram til gutt. Því að það eitt að ráða fólk til vinnu og það annað hvað gerist svo. Og það kannski stóra málið í þessu öllu saman. En ég bara lýsi ánægju minni svona í heild sinni með þessa niðurstöðu og get alveg tekið undir það með Guðmundi Baldvin og við fórum í það, bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin og við fórum í heilmikla vinnu á síðasta ári sem að mörgu leyti að skila sér en ég held að hún eigi eftir að skila sér enn betur þegar við höldum áfram með þau verkefni sem voru sett til lengri tíma í lok þeirra vinnu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka góðar umræður og mér finnst tekið undir það sem hefur komið hérna fram að öllu leyti að það eru jákvæðir hlutir að gerast. Við erum að sjá miklar tekjuaukningu og fleira. En ég held að sé líka mikilvægt að þó svo það hafi ekki kannski skilað sér allt árinu 2016, þá náðum við að fara í gegnum reksturinn með þessum aðgerðahópi og það var góð samvinna allra bæjarfulltrúa, bæjarstjóra og starfsmanna bæjarins og nefndarfólk sem komu að þessum málum. Við fórum yfir þetta og unnum þetta þétt með nefndarfólki, með sviðsstjórum, starfsfólki. Það lagðist yfir hlutina og þetta skilaði okkur
ég get ekki nefnt nákvæma tölu en við erum kannski að tala einhvers vegar 300 milljónir á síðasta ári. Það á eftir að skila okkur fullt af peningum til framtíðar og þetta var náttúrulega bara frábær vinna hjá mjög öflugu starfsfólki, bæjarstjóra og hans fólki og mjög góð samvinna líka bæjarfulltrúa og bæði í bæjaráði og allra bæjarfulltrúa. Þannig mér finnst það mjög mikilvægt að það komi fram að þetta var ekki bara það að ákveðnar stærðir hérna úti voru hagstæðar. Þetta var líka það að það var fullt af vinnu unnið sem kemur til með að skila okkur töluverðum rekstrarhagræði til framtíðar. Og það er mjög mikilvægt að við fylgjumst líka, stærsti hluti af rekstrarútgjöldum okkar eru laun. Það er mjög mikilvægt að við fylgjumst með því og jafnframt erum duglega að fylgjast með því þróun á álagi, ánægju og gæðum okkar starfs. Þannig að en það ber að fagna hvað hefur verið að gerast hjá okkur. Það er fullt af jákvæðum hlutum. Við eigum að vera svolítið bjartsýnir á framtíðina. Það er líka mjög skynsamlegt hvernig við höfum reynt að taka á málunum undanförnu. Það ver ekki að framkvæma allt of mikið á þessum tíma. Og það eru sumir sem gagnrýna okkur fyrir það. En við viljum að sjálfsögðu hafa rekstur bæjarins þannig að hann sé sjálfbær, að við þurfum ekki að standa í lántöku. Við til dæmis gerum ráð fyrir að taka lán á síðasta ári sem við þurftum ekki að taka. Það var gert ráð fyrir því í okkar áætlunum, en við þurftum þess ekki vegna þess að tekjurnar dugðu fyrir útgjöldunum. En svo er líka eitt vandamál sem að því miður duga ekki þær tekjur eða þeir peningar sem við fáum frá ríkinu til þess að standa sómasamlega að rekstri öldrunarheimilina. Við þurfum að greiða með þessu eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á yfir 400 milljónir og það er rosalega erfitt. Við viljum gera vel en það getur líka, ég get sagt, mín skoðun er svo að það er líka óábyrgt fyrir okkur að greiða endalaust með þessu. Þannig við þurfum að skoða það mál og finna leiðir til að taka á því. Ég veit að starfsfólkið upp á sem er í öldrunarmálunum, það vill gera það líka. Að því við hljótum öll að vera sammála um það að við erum að fá greitt fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínum, beðið forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson tekur til máls. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Já, ég vil þakka fyrir þessa yfirferð bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins. Og það eru mörg jákvæð teikn á lofti. Ég mig langar að spyrja bæjarfulltrúa Guðmund. Þú komst þarna yfir í framkvæmdirnar, mátti tala hversu mikið við erum að framkvæma, hvort að við erum með inn í þeim tölum framkvæmdir Norðurorku vegna fráveitunar. Því þær voru inn í hjá A-hlutanum áður og núna hjá Norðurorku. Hvort að þessar tölur sé inn í þeim framkvæmdum. Þeir eru að framkvæma fyrir tölur upphæðir. Þannig að það er að vera með þá annarkur að taka þar út báðum megin eða hafa alltaf inni til að geta fá rétt að mynda þessu. Bara að spyrja því. Nú, framkvæmdir og hagvöxtur, hvenær eigum við að framkvæma, hvenær eigum við ekki að framkvæma? Hvenær eigum við að sýna ábyrgð? Hvenær er gott að eiga inni framkvæmdir? Mér finnst svolítið vont oft að meta það hvenær við eigum að framkvæma og hvenær ekki að framkvæma. Við höfum raun og veru ekkert annað heldur en eitthvað putta upp í loftið, hvað okkur vantar og hvað okkur vantar ekki. Ég held við verðum að fara að ná utan um það hvað þarf að framkvæma mikið á Akureyri og á svæðinu til þess að halda uppi einhverjum hagvexti. Hvað viljum við hafa mikið hagvexti? Við hafa 2% eða 3% eða 1%. Þannig að hvað þarf að framkvæma mikið? Það er gert með því að
með að heyra og tala við hvað þörfin hjá framkvæmdaraðilum, hvað þurfa þeir að framkvæma mikið, hversu mikið þeir að framkvæma, hversu mikið opinberu aðilar að framkvæma, og þá eigum við, sveitarfélagið, að koma inn með mismunin og geta sagt, sko, já, við ætlum að framkvæma þetta því við ætlum að reyna að halda upp einhverjum ákveðnum hagvexti. Í dag erum við ekki með svona tæki, við erum bara að reyna að giska á þetta. Teljum byggingakranan, þetta orðið gott. En ef við værum kannski hugsaðlega fyrsta sveitar, ég held að þessu nokkuð auðvelt að halda utanum þetta. Það er bara að taka upp símann, hringja í aðra, hversu mikið. Hringja svo í óperustofnari, Isavia, Landsvirkjun, hvað að fara framkvæma mikið á svæðinu. Þá vitum við til þess að halda upp ykkur ákveðnu stefnu og ákveðnu velmögun á svæðinu, þá þurfum við að framkvæma fyrir milljarð. Þá gerum við það. Þá tökum við lán eða við pressum að ríkja okkur vantar aðstofana. Ég held að þetta væri svolítið spennandi að vinna svona að þessu og vita hvað tölur við erum að vinna með. Nú ég sammála og við heldum allir hérna í bæjarstjórn sammála því með öldrunarþjónustuna að það þarf að skrúa fyrir hennar krana, allan að hafa okkur stjórn á honum og við erum öll sammála þar og því fyrr sem við klárum það mál því betra. En að því við vorum að tala framkvæmdina þá svona mín skoðun sú að 2007 við sáum framkvæmdina þá var bóla hérna í samfélaginu og við verðum að sýna ábyrgð því að ég tel að mamma hennar sé að koma í heimsókn. Þá skulum við fara að vera verulega ábyrg og vita hvað við erum að gera. Það er okkar hlutverk að gera það. Það er okkar hlutverk að passa upp á framkvæmdina og passa upp á hversu við lóttum fyrir. Ekki láta draga okkur með. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Björgvin Jón Hjöttinsson hefur lokið máli sínu. Næst er bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekkert að fara djúpt og í einhverjar pælingar þennan ársreikning. Ég bara tek undir margt sem að hér hefur verið sagt að við höfum tekið saman höndum að veita rekstrinum aðhald og ég held að mínum að það nú það sem að kannski var svo gott við þennan aðgerðarhóp sem við sátum öll í oddvitarflokkana sem sittum í bæjarráði og að því leyti til virkaði sá hópur mjög vel og ég held að við getum öll sagt að við erum betur inn í rekstrinum heldur en áður en við fórum í þann hóp og svo og einhvern veginn og sko einmitt og þetta hvað við erum að gefa okkur tíma til og núna erum farin að fá sko upp í hendurnar miklu betri gögn eins og að tala stöðugilda þróun og annað og að því við höfum stundum talað og við höfum líka í bæjarráði verið að velta fyrir okkur svona starfi bæjarfulltrúans og við höfum stundum verið að börga saman með önnur sveitarfélög og tökum við því við sitjum lengi á bæjarráðsfundum að þá held ég að það sé hluti af því að við erum að velta hlutunum svona mjög vel fyrir okkur öll og erum öll að setja okkur vel inn í málin. Þannig ég held að það sé raun og veru hlýtur að vera að skila sér að einhverju leyti en auðvitað bara alls konar aðstæður líka. Bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á og sýndi fram á mjög áhugaverða glæru uppbyggingaskeið mikið sem var fyrir hrun og ég er bara fullkomlega sammála bæjarfulltrúi Guðmundi að þarna var bara vel í lagt og ég ætla ekki að leggja neitt dóma á það hvernig ég hefði gert þetta eða hvort það hefði verið einhvern veginn öðru sig, líklega þó. En allavega þá þarf bara að huga því núna hvað við ætlum að gera og hvar við ætlum að byggja upp núna og það því að uppbygging er ekkert alltaf bundin við sko steinsteypu eða verklega framkvæmdir og ég vil bara segja bara fullkomlega ósammála bæjarfulltrúa Preben að Akureyrarbær eigi að hafa það einhverju sérstöku markmið að halda upp einhvers konar hagvexti svæðinu, það er að segja peningalegum hagvexti
og hins vegar þá bara gegnir allt öðru máli hagvöxt hamingjunar og þar berum við stóra ábyrgð og höfum mikil hlutverka að sé viðvarandi hagvöxtur. Þannig að ég algjörlega ósammála því að við að setja okkur einhver svona viðmið hvað það varðar, heldur eigum við að huga því hvað þjónustu, hvað grunnþjónustu við að veita okkar samfélagi, að því að mínu mati þá það þess vegna sem við erum það til þess að sjá til þess að þessi grunnþjónusta sé veitt og við erum að sjá þessa þjónustu að því að hún mikilvæg, hún svo mikilvæg að samfélagið sjálft verður að sjá hana og við í umboði þess. Og við erum síðan eftir að taka síðar umræðuna öldrunarheimili og þá þjónustu sem veitt í gegnum þau og hvort við sjáum fyrir okkur að halda áfram að greiða inn í þau eða ekki. Við erum auðvitað langt að vega komin með aflokku gagna hvað það varðar til þess að geta tekið þá umræðu bara hvernig við sjáum þá þjónustu og hvað þjónustu við viljum hafa. Og að mörgu öðru leyti og að sömu leyti sem ég mun koma inn á eftir varðandi skólamál og fræðslu þjónustu. Og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á málefni þar sem að hann varar við að því að við flippum út að því við eigum svo mikið pening og ég get alveg tekið undir það en enn og aftur þá finnst mér bara ótrúlega mikilvægt og ég held að það kannski einmitt eitthvað sem okkur greinir á það bara hver tilgangur okkar, ég ætla ekki að standa og velta fyrir mig tilgangi hvers og eins okkar í lífinu, við gerum það bara hver fyrir sig í tilverinu og alheiminum. En hver tilgangurinn okkar í bæjarstjórn það einmitt að svona bara að halda böndum á rekstrinum og alltaf að reyna að vera þrýst honum minimalæsan eða að hann sé minni, að hann belgist örugglega ekki út. Ég ekki alveg viss að ég sé algjörlega þar, að ég sjái það sem minn helsta tilgang en hins vegar þetta með hversu góð þjónustan og hvað við erum að gera fyrir peningin, það tekið undir, er eitthvað sem við þurfum að hugsa virkilega vel og að mínu mati þá þurfum við að fara einmitt að hugsa hvað ætlum við að gera núna. Ég held að við ættum ekki að segjum sem svo að það ringist fjárhaginn sem að lítur kannski út fyrir hugsanlega geri með því að við erum að greiða niður skuldir og greiðum lægri vaxtagjöld og útsvarstekjur aukast og allt svo ljómandi ágætt, að þá verðum við að fara að taka svona meðvitaðar ákvarðanir hvað við ætlum að gera. Að við verðum að passa okkur að því og ég held að við séum búin að koma okkur upp ágætum grunni með það, við erum búin að fara mjög vel yfir í gegnum aðgerðarhópinn hvað við erum að gera og hvað við höfum verið að gera. En ég held að við þurfum svolítið og við ræðum það kannski í stefnuræðu eftir fræðslumál en bara almennt þurfum bara að fara að hugsa og hvað ætlum við að gera, hvað breytingar ætlum við að gera, ætlum við bara að halda áfram að auka í einhvern veginn svona flatt eða hvað, eða ætlum við að velta upp hlutunum það, því að það auðvitað miklu betra að gera það áður en einhvern veginn svona þegar að framtíðin björt en áður en að maður komin og búin að setja sólgleraugun á og farin að kæra stað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ákvað að koma hérna upp vegna þess að hér kallað eftir einhverju sýn og stefnu. Ég held ég að tala þá oftar en einu sinni, oftar en tvísvar að það sé full ástæða til þess að endurvekja vinnuna við 10 ára áætlunina sem að var komin vel á veg við lok síðasta kjörtímabils. Í þeirri áætlun sem þar var unnin kom einmitt fram svona væntingar frekari og bætta þjónustu, breytta þjónustu, hugsanlegan fjölgun iðkenda í íþróttum, fjölgun eða fækkun barna og þar fram eftir götum
og þar birtist bara ágætis grunnur fyrir bæjarstjórnina til að móta sér sín og stefnu í því hvernig hún vill haga fjárfestingu. Það bara, þetta í raun bara verkfæri og það var lögð í þetta mikil vinna og ég bara legg eindregið til að þessi vinna verði endurvaki. Gerir það enn og aftur. Varðandi svo fjárfestingarnar þá erum við náttúrulega að fjárfesta yfirleitt í einhverjum mannvirkjum reglulega. Þetta snýst náttúrulega líka það hvað við setjum í raun mikið inn í þessi mannvirkjum. Ég hef gagnrýnt það undanfarin ár og geri enn að við skulum vera að fjárfesta núna fyrir 540 milljónir í listasafninu sem dæmi. Sem ég held að vera að fara miklu faglegar og hagkvæmar í heldur en hér verið að gera. Og ég hræddur að sú upphæð verði nú hærri ef að maður þekkir áætlanir réttvarðandi breytingar húsnæði. Þetta bara svona dæmi hluti sem við erum að fást í dagsdaglega og það dálítið merkilegt að ég hef nú heyrt það oftar en einu sinni að menn ætli sér ekki að setja ákveðna upphæð í ákveðin mannvirki. En þó að menn hafi ætlað sér að gera það, þá hefur það nánast aldrei, bara yfirleitt aldrei gengið, þar að segja stærri mannvirki. Og það dálítið merkilegt. Og þá spyr maður sjálfan sig, erum við bara ekki nógu öflug ef við erum pólitískar og segjum við ætlum að byggja hérna fyrir 400 milljónir eða við ætlum að byggja fyrir 150 milljónir. Að þá sé það bara gert. Það bara góð spurning, ekki, til að svara. Og ég skil hann eftir í loftinu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég var nú bara komið upp til að svara bæjarfulltrúa Sóley. Ég vona bara, bæjarfulltrúi Sóley, að þú hafir verið að misskilja mig, sko. Þegar ég að tala hagvöxt og annað, ég veit ekki hvað við viljum hagvöxt. Ef við erum að tala 0, þegar þú ert að tala hamingju hagvöxtin, þá held ég hann sé afskaplega tengdu því hvort fólk hafi vinnu eða ekki. Og hlutverk okkar að passa upp á það og vita hversu marga smiði vantar vinnu. Ekki fara af stað með byggingu þegar eru í fullri vinnu og sjá fram á að vera að vinna allt næsta ár. Það hefði verið afskaplega gott og þægilegt að eiga eins og eitt stykki menningarhús inni 2008. Að geta farið af stað og byggt eitt stykki menningarhús þá. Það hefði verið mjög góð ákvörðun að bíða með það eða fara hægar af stað með það og eiga það þá inni. Það getur vel verið að sé betra ákvörðun að fara rólegra í listasafnið. Ég veit það ekki. Ég hef ekki engin tæki og þekkingu til þess að segja það hvort að við að fara að staðja núna þegar það enginn til að vinna vinnuna. Við fyrir samt að stað. Við erum að fara að byggja niður sjó fyrir Nökkva. Það verður rándýr bygging. Af því það brjála að gera alls staðar. Að þetta sé að tala. Að fara ekki af stað þegar þess ekki þörf. Heldur að fara af stað þegar þörf til þess að viðhalda atvinnuástandinu í bænum. Þá getum við gripið inn í. Það held ég að sé stór atriði í hamingju hagvöxtinum. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, koma aðeins og sent í pontu, en mér langar aðeins bara að grípa hérna inn í þessa umræðu sem átt sér stað og varðandi það að bæjarfulltrúi Gunnar var hérna í seinna skipti sem kom upp, þá fór hann að tala um framkvæmdir og það væri bara alltaf þannig að við færum fram úr í framkvæmdum. Það bara alls ekki rétt, bæjarfulltrúi Gunnar, og ég nefni bara 2 góðar og stóra framkvæmdir á síðasta kjörtímabili þar sem að var framkvæmd við lögmannshlíð, öldrunarheimili á lögmannshlíð og síðan
sambýli í Borgarhlíð þar sem að menn voru að vinna eftir áætlunum. Þannig að ég held að það kannski bara má segja og vissulega var það þannig að menn fóru oft fram úr í áætlunum. Núna á þessu kjörtímabili bara þessu síðasta ári vorum við að framkvæma bæði í Svellinu og í grasinu í Boganu þar sem við stóðust áætlunum. Þannig að þetta ég veist ekki alveg rétt að við höfum alltaf sé sjálfgefið förum fram úr áætlunum. Það hins vegar skal ég segja má deila það og bæjarfulltrúi Preben kemur inn á varðandi hvenær við eigum að vera í framkvæmdum og það akkúrat það sem ég held að við höfum svolítið sýnt. Við erum búin að vera að færa til framkvæmdi. Við framkvæmdum til dæmis ekki mikið á árinu 2015. 455 milljónir. Þetta var svona fært til allt saman. Við erum líka að horfa til þess. Við förum ekki á stað og við höfum verið að fresta framkvæmdum þegar þetta hefur bara þannig árað. Þannig að þetta er aðeins íst svona til. Þannig ég ekki alveg, við höfum pínu til að taka tillit til þess. Þannig að, en varðandi EBIT-una sem bæjarfulltrúi Gunnar talaði og þar í rauninni ein kennitala sem að menn svona kannski horfa til og tala að það eigi að vera 15%, en hann bæjarfulltrúi Gunnar verður að gera grein fyrir að reiknaðar lífeyrisskuldbindingar hafa veruleg áhrif á EBIT-una og til dæmis á árinu 2016 er þetta lykil þáttur í því að EBIT-an eins lág eins og hann talaði sem var náttúrulega ekki lág en hún var lægri heldur en það sem hann taldi aldrei vera nauðsynlegt. Þannig að reiknuð lífeyrisskuldbinding af því hún þarna fyrir ofan upp í EBIT-unni að hún hefur mikil áhrif á afkomu EBIT-unar. Þannig að ég segi enn og aftur við eigum alltaf að horfa á lykiltöluna sem veltu fyrir frá rekstri. Þar eru hans peningarnir sem að verða til í þessum reikningum okkar. Bæjarfulltrúi Preben talaði það að við þurfum að kannski að skoða með fráveituna til þess að hafa sambarðar hafa tölur. Það tölur sem ég var að kasta upp hérna eru framkvæmdir A-hluta og eru framkvæmdir A-hluta í fortíð, fráveitan var B-hlutafyrirtæki. Þannig að þetta eru samanburðarhæfar tölur, þannig að það er ekkert með það að gera hvað við framkvæmdum áður og kannski var það að við vorum kannski að framkvæma á lítið, við vorum alltaf að fresta framkvæmdinni, þessari stóru framkvæmd sem við erum að fara í núna, sem er núna á B-hlutafyrirtækjum, en B-hlutin var með þessa framkvæmdir áður, þannig að þetta eru samanburðarhæfar tölur. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, ég var búinn að skrifa þarna þegar ég ætlaði að fara að svara fyrir að hann talaði 10 áratun og það er ágætt að skal ég segja við akkurat tökum þá umræðu upp vegna þess að ég var einmitt að tala við Soffíu Vaksdóttir, sviðsstjóra fræðslusviðs í gær og sagði henni þá, og gott að hún akkurat var að gangi í salin, að ég sagði henni það að við þyrftum að taka upp þessa 10 ára áætlun þess að við ætluðum í rauninni að fara að vinna upp hana og skoða það og við vorum akkurat að funda með henni þá þróun sem við erum að sjá fyrir okkur í fræðslumálunum og leikskóla og grunnskóla umhverfinu. Þannig að við ætlum að gera það og munum setja það bara í gang núna strax þegar við erum búin að leyfa sviðsstjóra fjármálasviðs að anda í 2-3 daga eftir þessa vinnu sem hefur verið í kringum þetta árs uppgjör. Þannig að við reiknum bara með því að setja þessa vinnu fljótt í gang. Þannig að svo er alltaf spurningu það í rauninni hvað við getum í rauninni gert í sambandi við bæjarfulltrúi Sóley kom aðeins inn á það að það náttúrulega hluti af okkar vinnu er það að koma í skynsömum rekstri og reyna að gera eins vel og við getum, en sjálfsögður eru alltaf að reka hér velferðarsamfélag og við þurfum að gæta þess. Það er alveg ljóst og við verðum að í rauninni að nýta okkur þá það svigrúm sem að myndast til þess að standa undir þeirri þjónustu. Við höfum svona rætt það hvaða þjónustu erum við að veita og hvernig við viljum sjá hana fyrir okkur. Við erum með skólamál sem er okkar mál og þar hafa menn svona velti fyrir sig hvort þetta að gera og við erum að fara að ræða það hér á eftir. Við erum með eins og menn bæjarfulltrúar hafa bent hér á þá erum við með öldrunarheimilin þar sem við erum að borga stórar fjárhæðir með rekstri sem að ríkið á að borga. Þarna stöndum við frammi fyrir og við erum eins og hefur komið fram í umræðuna. Við erum að sjá svona til fyrir endan á þeirri vinnu sem við settum í gang og verðum vonandi á vordugum þannig að við getum þá svona hort á það hvernig við viljum sjá þjónustuna fyrir okkur í framtíð. Varðandi hjón og skrifanu árið 2008 hérna, hvað var bæjarfulltrúi Preben kom eitthvað á 2008 sem ég ætlaði að svara fyrir, það skiptir ekki máli, ég er búin að gleyma því. En ég held aftur á móti að það hafi verið gott að hafa menningarhúsið þá. Það var líka eitt sem var debett árinu 2008. Þá stóðu menn frammi þegar hrunið kom. Þá voru menn hérna að takast á með að jakkurat í bæjarstjórnarsal hvort það ætti bara negla fyrir gluggan og geyma þetta. Ég held að það hafi bara verið gæfuspor og menn heldur þó áfram með bygginguna. Þetta var, menn stóðu bara pínlítið þarna, eigum að halda áfram, ekki halda áfram og menn tókust það hér í bæjarstjórn.
ég held að það verið ekki afvísbúin að menn tók ákvörðun að halda því áfram þess að það náttúrulega skapaði vinnu og akkurat á þessum erfiðleika tímum. Þannig að ég alveg sammála Preben mörgu leyti því að við þurfum náttúrulega að reyna að stýra okkar framkvæmdum. Það svolítið erfitt stundum af því að við náttúrulega erum að framkvæma eitthvað sem við teljum vera afar brýnt fyrir okkar samfélag hverju sinni. En ég held nú samt að við höfum pínlítið gert það með skal ég segja okkar á síðustu árum. En síðan náttúrulega dætti út með það var eitthvað ílega skemmtilegt sem ég ætla að segja svona í lokin. En ég held, já, það var það sem ég ætla að segja. Þegar ég byrjaði hérna mál mitt, þá var ég ábúrslega glaður og ánægður og mér fannst bara tækifæri til þegar maður loksins þegar við erum að kynna ásetning sem tiltölulega góður. Þá fannst mér ágætt að vera jákvæður og vera svona pínlítil grobbin, ekki bara, og þá tek ég enn og aftur fram og ég vil að það sé skýrt að það ekkert sko einn flokkur meirihluti eða minnihluti. Þetta bara samstarfsverkefni sem við tekist á við, bæði hér innan hús, eða hér í bæjarstjórn, sem og með starfsfólkinu. Og þetta hefur skipt miklu máli. En við þurfum svona kannski að horfa fram á hvað við ætlum að gera. Við ætlum að setja þessa 10 ára áætlun í gang. Við ætlum að reyna að marka okkur og vita hvernig við viljum sjá þjónustunni henni í bænum á næstu árum, hvað við ætlum að byggja upp áfram og hvernig við ætlum að standa að því. Og þetta held ég að geta verið skemmtilegt verkefni. Ég fullyrði það að þessi bæjarstjórn afskaplega öflug. Það gott að vinna með þessu fólki sem í bæjarstjórn. Fólk hugmyndaríkt, kemur með skoðanir og við tölum mikið saman. Það jákvætt. Við eigum að vinna saman og þá gerum við eins og sagði og góðu klærin okkur akkurat lífsins gæði. Ég vildi aldrei nota það þegar ég fór í pólitík á sínum tíma. Ég sagði gerum góðan bæ betri og við getum gert það saman. Takk. Og hefur Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði svona rétt aðeins að koma hérna upp sem formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs. Það er búið að vera að tala svolítið framkvæmdir og kostnaðaráætlanir varðandi framkvæmdir sem farið í. Og mér langaði svona aðeins að útskýra hvernig eða með hvað hætti við gerum þetta. Í rauninni þegar við erum að fara í fjárhagsáætlunarvinnu og erum að undirbúa í rauninni framkvæmda áætlunin okkar, þá förum við og tökum við fyrir þau verkefni sem við ætlum að fara í, bæði árið og eftir og eins líka næstu 3 ár þar og eftir. Og það gefur nú auga leiða þegar við erum að fara að áætla einhverja framkvæmdir næstu 3 árin, þá erum við að slá fram einhverju tölu sem við erum auðvitað að reyna að hafa sem nákvæmasta. Og það er auðvitað allra hagur að það sé með þeim hætti, en ég held að við ættum kannski líka aðeins að skoða það að taka að okkur eitt orð sem kom hérna upp á fundi ráðsins í síðustu viku. Það var að tala um frumkostnaðaráætlun. Þannig að fyrstu tölur fyrir framkvæmdunum okkar séu frumkostnaðaráætlun. Þannig að það í rauninni fyrstu tölur sem koma fram varðandi framkvæmdina, síðan farið í það að það er búandi kostnaðaráætlun þegar búið að hanna verkefnið. Þegar við leggjum fram frumkostnaðartöluna, þá ekkert alltaf búið að hanna verkefnið. Það farið í það að hanna það, þá getum við gert kostnaðaráætlun, þá fáum við tölu, förum í útboð og svo fer það eftir tilboðum og í rauninni ástandi markaðarins hverju sinni hvernig tölur við fáum. Og þá tekin ákvörðun það hvort við förum í verkefnið eða ekki, eða með hvað hætti við gerum það. En það hefur nú komið svolítið tals hérna að framkvæmdir hafa ekki staðist áætlun. Ég vil gjarnan kannski fá bara að heyra hvað framkvæmda eru sem hafa ekki staðist áætlun. Því ég veit ekki betur en að þær framkvæmdir sem við höfum farið í á síðustu árum hafi gert það. Meðal annars Boginn var töluvert undir áætlun, Skautasvelli, það stóðst áætlun. Svindla Akureyrar, við erum þetta enn í þeirri framkvæmd. Margt komið sem við byggum svo sem ekki við, en við vorum með ófyrirséðan hlutan töluvert háan, vegna sem við gerum alveg ráð fyrir því að svoleiðis kemur upp þegar það er verið að hrófla við svona viðkvæmu svæði, en svo áætlun á eftir að liggja fyrir endalega þegar við klárum framkvæmdina núna þessu ári. Þannig að við klárum Naustaskóla líka, en mér langar bara svona aðeins kannski að heyra það. En varðandi það að fresta framkvæmdum, við höfum gert það núna varðandi listasafni til dæmis. Það er búið óska eftir viðhaldi þar undanfarin ár, en því hefur alltaf verið slegið á frest vegna þess að það átti alltaf að fara í þessu stóru framkvæmd, fara í viðhald á húsnæðinu og endurnýjun á ýmsu öðru og meðal annars auka aðgengi fyrir alla og koma með lyftu þarna inn og fleira. En stundum erum við, það er ekki gott alltaf að fresta framkvæmdum, það getur verið dýrar eftir á. Stundum þurfum við hreinlega að ráðast í framkvæmdina og laga húsnæðin okkar sem eru til staðar. En ég ætla ekki að lengja umræðuna mikið lengra. Takk.
Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Ég ætla að gefa Gunnari Gíslasyni bæjarfulltrúa örstutt orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held ég hafi nú misheyrt eitthvað það sem ég sagði áðan. Það sem ég var að tala var þegar að pólitíkusar, stjórnmálamenn, koma hér í pontu og fullyrða það að einhver bygging kosti ekki meiri einhver ákveðin upphæð þó það sé vitað og liggi fyrir og hún kostar meira ef mann ætla að halda sig við þá áætlun sem fyrir liggur eða hönnun. Það það sem ég er að gagnrýna. Ég er að gagnrýna það að til dæmis eins og með sundlaugina og framkvæmdina þar, það lá fyrir að svo framkvæmd færi hátt í 400 milljónir, 380 milljónir. Samt var sett hér inn í áætlun verulega lægri upphæð á sínum tíma. Ég nefnt annað dæmi, lóð Naustaskóla. Hvað ætli 60 milljónir þar dugi fyrir? Þetta var áætlun sem var upp á 100 milljónir hérna fyrir 2 árum. Það er eitthvað skrítið ef að það verður hægt að klára þá lóð fyrir þær 60 milljónir sem áætlaðar í hann. Það er bara einfallega þetta sem ég er að nefna. Ég ger mér fulla grein og veit vel af því að Skautasvellið og Boginn stóðust áætlun. Það var bara gott mál og reynda frábært að það skildi gerast með Skautasvellið. En við þurfum að gæta okkar í því hvernig við erum að stilla hlutunum fram og það er það sem ég gagnrýni. Ég gagnrýni það að það sé sagt hér í pontu listasafni kostar 400 milljónir. Þegar það kostar engar 400 milljónir. Ég gagnrýni það að þegar við erum í kosningabaráttunni hérna 2014 þá leitum við upplýsingu það hvað er áætlað að framkvæmdi við listasafni kosti. Okkur er gefnar tölunnstöður á bilinu 100 til 150 milljónir, ef ég maður rétt. Ég man ekki betur en að allir flokkar væri með þetta í áætlunni hjá sér. Allir í stefnuskránni. En ég veit ekki betur miðað við það minnisblað sem að ég hef í höndunum framkvæmdi í listasafninu en að fyrir þennan tíma eru þessar hugmyndir breytingar á listasafninu þegar konar fram sem eru augljóslega miklu dýrari. Ég bara segi við okkur sjálf, og ég ætla ekki að undanskilja sjálf af mig, vöndum okkur betur. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld varaforseta að taka við stjórnarfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held þetta að væri stefnuræða hjá Gunnari bæjarfulltrúa. En við erum að fara að fjalla framkvæmdir og umhverfismál 4. apríl. Þá legg ég til að við tökum allt þetta fyrir þá. Ég vil líka benda bara á það að ég held að allar, ef vel flestar framkvæmdir stóðust áætlun árið 2010 til 2014. Ég held að sé varla svo framkvæmd á því tímabili sem stóðst ekki áætlun. Þannig að ég er enda sammála því sem að Gunnar kom inn á. Auðvitað eigum við ekkert að vera í neinu blekkingaleik. En varðandi sundlaugina og annað, að þá hefur svo framkvæmd breyst líka. Þetta er töluvert viðhald og breytingar. Þetta er ekki bara þetta atriði hitt. Það er verið að taka miklu meiri í gegn. En ég held að vera rosalega gaman á næsta bæjarstjórnarfundi eins og öllum öðrum bæjarstjórnarfundum. Þannig mér hlakka til að ræða þessi mál þá. Takk fyrir umræðina. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórnarfundarins. Orðið er laust, ekki við. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, ætlar að taka örstutt. Ég tek svona forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég tek svona einn örstutt eins og Gunnar Gíslason en bæjarfulltrúi, en ég ætlaði bara fyrst og fremst að þakka fyrir umræðuna. Það voru svona málefnalegra mestu, þá kom þetta svona aðeins undir lokin, en það er nú bara unnurlega. En mér finnst, ég er alveg sammála því að við stöndum oft hér í bæjarstjórnarsal og stöndum hér í pontu og höldum ýmsu fram og við gerum það eftir bestu sannfæringu hverju sinni. Ég held að við séum nú ekki að reyna að ljúga hlutum hér í bæjarstjórnarsal, en hins vegar er það þannig að oft vitum við ekki alveg hvað hlutinir enda, en ég er sannfærður það og ég er eftir að hafa setið hér
kynningu á listasafninu nokkur sinnum. Þá er ég sannfærður það að við sem bæjarstjórn eigum að vera stolt af þeirri byggingu þegar framlíða stundir og kannski getum við sagt í framtíðinni að það var gaman að þetta gerist á minni vakt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur hvasst til hljóðs. Við vísum málinu til bæjarráðs og síðari umræðu í bæjarstjórn og það er lagt sem sagt fram til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt það, við sem skefum merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.